Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni þar sem við saman komin á þessa kveðjastund hér í dag og þeir eru með sálmónskrár í höndum og endilega takið undir, styrkið hana Katrínu í söngnum. Hún er aftur klukkan 17 í dag í salnum ef þið viljið halda áfram, hlusta á hana þar og finnið ykkur heima hér í kirkjunni. En við skulum byrja því að fela Drottni stundina og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum biðja saman. Drottni Guð og Faðir allar huggunar, veitt okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú sem við getum sigrað með raunir allar og skilið, að það er satt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristur segir, veri hughraustir, ég hef sigrað heiminn, við biðjum í nafni hans. Amen. Undir háu hamrabelti höfði drúpir lítil rós, þráir lífsins vængja vítir, vorsins yl og sólar ljós. Ég held ég skyn í hug þinn allan, hjartas kristallstærir dagar dropar drjúpa milt á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu lengi vel þennan stað, grjúpa niður kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það, finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt er það sem aldrei gleymist, aldrei það er minning þín. Eitt er það sem aldrei gleymist, aldrei það er minning þín. Og ég vil gefa ykkur styrkingarorð frá postulunum þar sem hann segir, ekki viljum við systkini, láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þeir séu ekki hrygg eins og hinir sem hafa ekki von. Því ef við trúum því að Jesús Kristur sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Amen. Ef rödd mín hefði vængi, þá flýi hún til þín og myndi hvísli í eyru þín, hve sárt ég sakna þín. Þú kenndir mér á lífið, þú sýndir mér svo margt, þú huggaðir og verndaðir ef lífið var of hart. Þú kenndir mér
Þú kenndir mér að trómið sjálfstraustið var lágt. Þú faðmaðir og hugreistir þegar ég átt eitthvað bágt. Þú kenndir mér að syngja, þú dansaðir við mig. Ef slæmir draumar herjuðu, var nóg að faðma þig. Þú gafst mér allt sem þurfti til að lukkan væri mín. Það eina sem ég lærði ekki að lifa án þín. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf. Sýndu honum saknaðar ljóð, vanga hans blítt, ver mér þú sól, veru mjúkum, kysstu hans brá. Ástar orð hvísla mér frá. Syngið fuglar ykkar fegursta ljóðalag. Flytið honum í indælu móði. Ástarljóð mitt, heyr mína bæn. Bára við strönd, líkt þú vaggar honum við barn. Þar til svefninn sígur á brá. Draumheimi dveljum við þá. Daga langa saman tveir. Heyr mínar bænir og þrár. Syngið þið fuglar ykkar fegursta ljóðalag. Flytið honum í indælu móði. Ástarljóð mitt, heyr mína bæn. Bára við strönd, líkt þú vaggar honum við barn. Þar til svefninn sígur á brá. Draumheimi dveljum við þá. Daga langa saman tveir. Heyr mínar bænir og þrár. Sunnudagurinn næsti er 5. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og ég ætla að lesa það guðspjall þannig að þið fáið 2 fyrir 1 í dag með því að mæta í messudag. Þurfa ekki að mæta á sunnudaginn kemur í messum. En þið skulum rísa á afturlappirnar og heyra guðspjalli hvað það segir til okkar.
Og yfirskriftin er fyrstudráttur Péturs. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaretvatn og mannfjöldinn þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið og þegar fiskimennirnir voru farnir í land og þvo net sín. Hann fór út í þann bátinn sem Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði haldið og lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: legg þú á djúpið, héðan í frá áttu menn að veiða. Símon svaraði: meistari, við höfum verið og strita hér í alla nótt og ekki fengið nokkurn einasta fisk, en fyrst þú segir það, þá skulum við leggja netin. Nú gerðu þeir svo sem þeir sögðu og fengu svo mikið fjölda fiska að það lá við að netin rifnuðu í sundur. Bentu þeir þá félögum sínum í hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana, svo nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta féll hann á kné fram fyrir Jesú og sagði: far þú frá mér, drottinn, því að ég er syndugur maður. En þeir urðu skíthræddir og horfðu á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskjaflans sem þeir höfðu fengið. Eins var með Jakob og Jóhannes, félaga Símonar. Jesús sagði við Símon: óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátnum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þannig hljóðar Guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf vinur þú ert hjá mér. Jafn þá sól okkur sveitar geisla glóð og þá stjörnur blika á dimri nótt. Allt mitt líf örmum þér vefja við. Allt mitt líf veita þér byrst og eig. Sér hvert ár blítt er á brá, burtu með gosið þeirra má. Allt mitt líf elska þig ofurheit. Allt mitt líf andartak hvert og eitt. Engan draum dýrlegri á en mig að dvelja allt mitt líf þér hjá. Sér hvert tár blítt er á brá, burtu með gosið þeirra má. Allt mitt líf elska þig ofurheit. Allt mitt líf andartak hvert og eitt. Engan draum dýrlegri á en mig að dvelja allt mitt líf, dvelja allt mitt líf, allt mitt líf þér hjá. Amen. Náð sé með okkur friður frá Guði og föður okkar og drottni Jesú Kristi. Guðspjall næsta sunnudags fjallar að veiða menn. Jesús sendi lærisveina sína út á akurinn eftir að hann féll frá, var krossfestur og reis aftur upp frá dauðum. Og þannig er okkar tilgangur með lífinu og tilverun okkar að við eigum að segja öðru frá því hver Jesú er, hvað hann hefur gert fyrir okkur
og einhverjum sérlagi ber okkur að gera það við börnin sem að oft á tíðum heyra ekki Guð, eins og fermingafræðslunni á mér, ég á kannski skýri barn og svo 14 árum síðar kemur það í fyrsta sinn í kirkjuna þegar ég kom í fermingu. Og þá er þetta erfitt að fara að tala Guð og heilagan anda og kirkjuna og kristni og allt þetta. Þannig Guð hefur ekki annað en þig og mig til þess að tjá þessa skilning og tilgangin með því að hann kom hingað á jörðina að segja frá því hvað hann hvað hann gert fyrir okkur, þannig að við munum þá hitta alla þá sem að horfnir burtu frá okkur þegar við förum burtu héðan úr heimi. Og við kveðjum í dag Örn Vilhelm Sepitz, pappa, tengdaföður, afa, langafa, vin og bróður. Hann lést hann 8. júlí síðastliðinn, 82 ára að aldri. Eftir erfið veikindi, þótt hann sé farin frá okkur, þá verður hann ævilega með okkur í fallegum minningum, í trjánum sem hann gróðursetti og í ástinni sem hann gaf. Örn ólst upp fyrstu árin á Brunnstíg 9, þar sem leiksvæðið var fjaran og dorgað var fyrir fiski með vinunum. Á þessum árum var hann yngstur af 4 systkinum og þau báru hann á höndum sér. Síðar eru systkin alls 6 og hann naut þess að vera hluti á stórri og samhendri fjölskyldu. Hann elskaði að heimsækja ömmu sína og afa í Óðinsvéum og það hefur gersamlega verið rík skoðun hjá honum, allt sem tengist Danmörku, það sé eðal. Frá Brunnstíg fluttist hann að Hólmgarði 43, þar sem hann kynntist ævilöngu vinum sínum, Hafsteini og Bjössa. Þeir brölluðu margt saman sem ekki eftir hafandi hér, en eitt sem kom hann heim á Skellinöðru með löggun á hælunum. Hann stökk af hjólinu og inn í húsin þar sem pabbi hans hylmdi yfir honum og sagði hann hafa verið heima allan daginn. Löggan fór en hjóli líka og þannig lærði Örn ungur og að gerðir hafa afleiðingar en líka það að fjölskyldan stendur með manni. Hann kynntist Jónu konu sinni aðeins 16 ára gamall. Þegar hann sá hana í fyrsta sinn, þá féll hann í stafi. Hann hefði aldrei séð neitt jafn fallegt og eins og hann sagði sjálfur, þessa stelpu ætla ég að ná mér í. Og það gerði hann. Árin sem fylgdu voru þau dansandi í bókstaflegum merkingu. Þau sóttu bollin á þessum árum, hann hafði með briljantín í hárinu og ekki bara eina, heldur 3 greiður í vasanum. Hann þýttir ekki fyrir mig að hafa eitthvað svoleiðis til þess að dunda við. Ef skekkinnast svo fyrsta brigðist, þá hefði hann allavega 2 til vara. Jóna með túberað hár og á pinnahælum. Svo létt á fæti að hún dansaði næstum inn áður en tónlistin byrjaði. Þau voru sannkallað danspar. Stílhrein, samstillt og alltaf tilbúin í næsta snúning. Þau voru samstíga í lífinu og dansinn alla tíð. Örn kláraði sveinspróf í húsgagnabólsturinn 62 og lauk meistarabréfinu 1965. Hann og Jóna giftust ung og byggðu sitt líf upp í Kópavogi, svo í Hraunbænum og síðar í Seljakverfi. Þau stofnuðu fyrirtækið Seta húsgögn og ráku það saman. Örn sinnti ýmsum störfum með stolti og dugnaði sem deildarstjóri hjá Kristni Guðnasinni, sendibílstjóri á sendibílastöðinni og í lokin hjá Háfelli. En það sem skipti mestu máli var ekki titill eða starf, það var fólkið. Fjölskylda hans var honum allt. Hann og Jóna eignuðust 2 börn, 7 barnabörn og 7 barnabarnabörn. Hann var natinn, tryggur, hlýr og fljótur upp en líka fljótur niður og hann elskaði Jónu sína meir en allt í heiminum. Þegar hún fjall frá árið 2019, þá brotnaði eitthvað inn í honum og hann lagaðist aldrei alveg. Hann saknaði hennar ævilega sárt. Örn elskaði bíla. Nú ætla ég að biðja þá bílstjóran hér frammi í aftökuherbergina sem takið af ykkur. Heyrur í mér? Gefið honum vink þarna bílstjóranum. Já, komdu hingað, komdu. Já. Þarna kemur bílstjóri, komdu hérna, komdu fram, ekki feiminn, komdu hérna við hliðina á mér, Ásgeir. Ásgeir einn af þessum mönnum sem að Örn hefði aldrei líka við að vera bílstjóri hjá. Hann elskaði bíla og enn frekar bíltúra, en það var eitt sem kveikti alltaf í honum og það var ef einhver tók fram úr honum. Og það var ef einhver tók fram úr honum, þá var það árás á stoltið. Það var eins og bíllinn sjálfur hefði verið móðgaður, þá steig hægri fóturinn ákveðið óvægi niður, bensíngjöfur fékk að kenna á því og vélinn fór að syngja hersöng. Aðrir í bílnum urðu rosalega hræddir, settu stýpara niður í sætin, tóku fastar öryggisbeltin
og þögðu eins og menn á flótta. Fullkomlega meðvituð að nú eru Örn að svara fyrir sig. Enginn sagði neitt, en þrátt fyrir þessi yktu viðbrögð og þennan hraðakstur þá komust allir alltaf óhulltir á leiðarenda, því hvað sem öllum fram úr aksturs uppákomu leið þá hafði Örn fullkomla stjórn. Hann vissi alveg hvað hann var að gera og við hinn vorum bara alltaf ekki alveg viss. Þannig ég ætla nú að biðja þig það, Ásgeir, á eftir að vera ekki silakeppur í akstrinum. Enginn má fara fram úr okkur og þú gefur druslun inn. Allt í botn og reykspóla þú burti hérna eftir. Sjálfsagt. Amen, við skulum hlýðið þetta, takk ég þessu með það viljum. Og fjölskylda fór ófáa bíltúra niður á höfn, keyptu var ís, pilsa eða samloka og svo var farið að skoða skipin og noti þess að vera saman. Örn var líka mikill græjumaður. Ef það kom nýtt tæki á markaðinn þá var hann líklega þegar búinn að kaupa það, fótanuttækið, rafmagnslífar, artifeir, rafmagnsbíl og í vor langaði hann í gervigreindar síma. Hann var sífellt forvitinn ný tæki og tól og til að prófa eitthvað nýtt, en stundum var hann aðeins svo fljótur til að kaupa þau en að skilja hvernig þau virka. Ekki stóð hjartans nær en fjölskyldan, Jón og börnin þeirra, barnabörnin og barnabörnin, en þar á eftir kom sumarbústað þeirra hjóna í Bjarkarborgum. Árið 1989 plöntuðu þau hjónin það niður fyrstu trjáplöntunum og koma sér upp sinni eigin paradís með skóflu í annarri hendi og draum í hinni. Það sem þá voru varla sjáanlegir sprotar í dag orðið að háum og fallegum trjám sem hvísla sögum ást, þolinmæði, hellinga áburði og fullt af hrossaskít í tonnatali. Í sumarbústaðnum fannst honum einhver dýpri friður því að lífið var einfalt, mold á höndunum, angan af grillinu í loftinu og hlátur Jónu ómaði á milli trjána. Eftir Jóna kvaddi flutti Örn sig vestur á veturna, suður í sólina sig til Höllu og Tryggva á Spáni. Þar naut hann sólar og hlýju og alls þess góða sem fylgdi því að vera umvafinn fjölskyldu. Og Haraldur var sjaldnast langt að undan. Hann sló gjarnan í hópinn og fjölskyldan sameinast í verðmætum samverustundum sem skilja eftir góðar og hlýjar minningar. Eina minnistæðustu ævintýraferðum feðganna á Spáni var það þegar þau lögðu af stað í langri leit að byssunum í Navarone. Þeir leituðu á ákafa í 2 daga og voru næstum búnir að gefast upp þrátt fyrir hjálp á flottu Garmin-tæki sem greiðanlega hafði eigin skoðanir á réttri leið. Þá mættu Halla og Tryggvi á svæðið, vopnuð nýtísku tækninni Google Maps, því einhver þurfti að taka við þegar Garmin brást og þau björguðu deginum með réttri leiðsögn. Að lokum var mikið leið og skemmtilega stundir urðu til á þessum frábæra degi. Á Spáni lét Örn draum sér rætast og keypti sér Peugeot Cabriolet, glæsivagn með fellanlegu þaki sem hann lagði niður með stæl. Bíllinn og ekki síður ökumaðurinn vöktu mikla athygli hvar sem þeir fóru. Ótrúlegt var hvað hann var duglegur að keyra og rataði ævinlega heim aftur þrátt fyrir að ekki hugmynd hvernig leiðsögutæki virkaði. Það var líkt og hann hefði verið innbyggðan ratar sem vísaði honum heim. Á sumrin kom svo Örn heim í gróðurinn sinn, fór í stígvélin og synti trjánum af sinni algjöru enlíu. Lífið hélt áfram í hægri takti en alltaf með hjartað á réttum stað. Síðustu mánuðina dvaldi Örn á Landspítalanum og undir lokin af yfirstöðum. Hann var þakklátur þeim sem heimsóttu hann, hringdu eða sýndu honum hlýju. Þegar lífslok nálguðust var hann tilbúinn. Hann hlakkaði til að sjá Jónu sín á ný. Þau áttu djúpa órofa tengingu og nú þau saman á ný í sumarlandinu sínu. Við kveðjum Örn hér í dag með hjörtun full af söknuði en líka þakklæti. Því við eigum svo mikið frá honum, kærleikan, hlýjuna, húmórinn, traustið og ómetanlega minningar sem lifa áfram í okkur öllum. Minningar okkur Örn Vilhelm Sebits eru margvíslegar. Hver minning gefur okkur huga þakklæti til Burkhalls bróður okkar sem horfinn heim til Drottins. Megi frelsarinn og endurlausnari Jesús Kristur gefa okkur þá trúarfullvissu að við munum hitta alla þá sem undan okkur eru gengnir. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Og þá heyrum við bara áfram sönginn. Ég veit
okkar á milli friðist og seinna þegar tunglið hefur töllt langan veg þá tölum við drauminn sem við elskum þú og ég veit þú kemur í kvöld til mín þó kveðjan væri stutt í gær ég trúi ekki á orðin þín ef annað segja stjörnur tvær og seinna þegar tunglið hefur töllt langan veg þá tölum við drauminn sem við elskum þú og ég veit þú kemur í kvöld til mín þó kveðjan væri stutt í gær ég trúi ekki á orðin þín ef annað segja stjörnur tvær ef annað segja stjörnur tvær. Og við skulum biðja saman. Við þökkum þér himneski Faðir að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Erni Vilhelm Sebits, bróður okkar sem við felum þér hér í dag. Í trú á þig þá við stíð yfir frá dauðanum til lífsins, styrtu þá sem hér kveðja og veitu þeim leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Mér finnst ég varla heill né hálfur maður og heldur ósjálf bjarga þér ef værir þú hjá mér vild ég glaður verða betri en ég því eitt sinn verða allir menn að deyja eftir bjartan daginn kemur nótt ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt við gætum sungið gengið gleymt okkur hjá blómunum rökkva ráðið stjörnumál gengið saman hönd í hönd hælátt farið niðra strönd fundist það sameinað beggja sál horfið nú sumarið sólin í sálum minni hefur grímað öld í æsku léttu ís og myrkur jólin nú einn ég sitt vetrarkvöld við eitt sinn verða allir menn að deyja eftir bjartan daginn kemur nótt ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt ég gái út gluggann minn hvort gangir þú hliðin mér alltaf sýnist ég sjái þig ég rýni út rifurnar ég reyndar sé þig alls staðar þá napurt það næði
Og við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sumir hverfa fljótt úr heimi hér, skrýtið stundum hvernig lífið er. Eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist þjaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá er eins og losnar læðingi, lausnir öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Og þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig. Það er eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig með. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Og þegar tími minn á jörðu hér liðinn er, þá er ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa vel og taka á móti mér. Og við skulum rísa á fætur. Lofa sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir lifandi vonar Jesú Krists upp frá dauðum. Jesú sagði: ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða, og það sem best er af þessu öllu saman, af jörðu muntu aftur upp rísa. Drottinn gefi dauðum ró en hinum lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra við
ljósið bjarta skæra, vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát ná þín að skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, það burt minn virka kvíða. Þú vekur hann með sól að morgni, þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn, réttu sorgmæddri sál, svala líknar hönd, og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sól að morgni, svo vaknar hann með sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum
fyrstu hérðan í minningu Arnar.